Gleðileikur yfir höfðu þeim. Þessi útsetning sem ég gerði, hún á 10 ára gömul. Ég var alltaf að rifja þau upp. Við heldum gospelnámskeið upp í Fljótshlíð 2003, 2004 og 2005 og þetta var einn af fyrstu lögunum sem ég kom með lög sem við tókum upp og ég tók til og gerði nýja útgáfu af. Flott lag, skemmtilegu texti. Verðu velkomin heim aftur. Hann er búinn útleið í Noregi í allt sem að vera minna. Fáum við orð frá honum hér á eftir og Helgi ætla að lesa rétt og eftir byrjun norðan fyrst áður en Helgi les og við biðjum saman þá ætlum við að minna hvort annað á af hverju við erum hér í dag. Af hverju erum við hér í dag? Út af hverju erum við hér? Út af Jesú. Þess vegna syngjum við All Because of Jesus. All because of Jesus. All because of Jesus. All because of Jesus. We are here. Because of His blessings, all His bountiful blessings, we are His. All because of Jesus, all because of Jesus, all because of Jesus, we are His. Because of His blessings, all His bountiful blessings, we are His. Since I am here, I'm gonna praise His name since you are here. I think that you should do the same since we are here. Together let's praise His name because of Jesus. We are here. All because of Jesus. All because of Jesus. All because of Jesus. We are here. Because of His blessings, all His bountiful blessings, we are here. Since I am here, I'm gonna praise His name since you are here. I think that you should do the same since we are here. Together let's praise His name because of Jesus. We are here. All because of Jesus. All because of Jesus. All because of Jesus. We are because of His blessings, all His bountiful blessings, we Helgi ætlar að koma hér upp. Þetta lag, þetta er eitt af fálögum sem ég get sagt ykkur nákvæmlega hvar ég var og hvenær og hvenær ég lærði það. Klukkan hvað? Það ég segja ykkur það, hafði áhuga að vita það. Það var á Hótel Íslandi á sviðinu þar. Og hver heldur að sitja við flygilinn 27. maí 1997 klukkan 2, Andrew Crouch. Þá var hann að kenna okkur þetta lag. Marja, þú manst eftir þessu. Hún fæði gæsaðu hver skipti sem við minnist á þetta. Frábært lag, en Helgi, gjör svo vel. Amen. Yndislegt að vera hér í dag og við erum hér öll trúi ég vegna Jesú. Og mér finnst svo gott við að syngja þetta lag, það minnir okkur á að starfið okkar snýst ekki menn, snýst ekki fólk, snýst ekki okkur, snýst Jesú. Og við predikum ekki okkar hugmyndir, við predikum ekki okkar það sem okkur finnst, við predikum Jesú. Og ég er bara hér í dag að því ég fengi að mæta honum og hann er yndislegur. Hann er að lesa fyrir ykkur Hebreabréfinu 10. kafla frá versi 19 sem segir: Við megum nú systkin fyrir Jesú blóð með djörfung ganga inn í hið heilaga,
þangað sem hann vígði oss veginn, nýjan veg og lifandi í gegnum fortjaldið, þar að segja líkama sinn. Við höfum mikinn prest yfir húsi Guðs. Látum oss því ganga fram fyrir Guð með einlægum hjörtum, í örugu trúartrausti, með hjörtum sem hreinsuð hafa verið og eru laus við meðvitund synd og með líkömum sem laugaðir hafa verið í hreinu vatni. Höldum fast við játningu vonarvorar án þess að hvika, því að trúr sá sem fyrirheitið hefur gefið. Þannig að í dag, út af Jesú, megum við koma fram fyrir Guð. Með hjörtum sem hreinsuð hafa verið og eru laus við meðvitund synd. Jesús leysir, Jesús frelsar og Jesús hreinsar. Og fyrst að tala að laugast, þá kannski bara koma því að það hefur verið beðið skýrt fljótlega. Þannig að þú ert hérna í dag eða ert að hlusta og Guð að banka hjarta með skýrnina, þá hvet ég þess að hafa samband við skrifstofuna eftir helgina á þriðjudaginn, það er lokað á mánudaginn. Ekki hringja og halda viljum ekki svara þér. En skulum biðja saman, leggjast undir Drottins hendur og þau bænarefni sem lögð hafa verið fram. Heilagi Faðir, Drottinn minn, ég þakka þér fyrir að fá að koma fram fyrir þig í dag í Jesú nafni. Þakka þér fyrir Jesú, Drottinn minn. Þakka þér fyrir hvað þú ert yndislegur. Takk fyrir, Drottinn minn, hvað þú ert frábær, Drottinn, hvað er gott að fylgja þér. Takk fyrir hvað þú ert kærleiksríkur, Drottinn. Takk fyrir þetta orð sem segir engan sem til mín kemur mun í burtu reka. Takk fyrir þetta orð sem segir þann sem sonurinn frelsar sannarlega frjáls. Takk fyrir þetta orð sem segir ég góði hirðirinn og þegar úlfurinn kemur, Drottinn, þá mætir þú honum en ekki við. Og þú segir enginn fær slitið þá úr hendi minni. Þakka þér fyrir að Jesús við erum örugg í þínum höndum. Þakka þér fyrir Jesús við mætum kærleika hjá þér. Þakka þér fyrir að Jesús við fáum lausn hjá þér. Og Drottinn minn, nú lyftum við upp bænaröfnum, Drottinn minn, þeim bænaröfnum sem í hjörtum okkar og þú þekkir, Drottinn, og þeim bænaröfnum sem hafa verið lögð hérna fram og hringt inn á skrifstofuna, Drottinn. Ég bið fyrir unga manninum sem nýlega frelsaður og hefur verið að berjast í þunglindi, Drottinn. Faðir, í Jesú nafni viltu leysa hann, viltu lyfta af honum byrðunum, Drottinn, og í Jesú nafni viltu gera hann algjörlega frjálsan. Ég bið fyrir bróður okkar sem hefur verið að kljást við krabbamein í heila, Drottinn. Faðir, í Jesú nafni þá höstum við á það, Drottinn. Við biðjum heilbrigði við líkamans, Drottinn. Við biðjum heilsu, Drottinn, og blessun yfir hans líf, Drottinn minn. Og Faðir, ég bið fyrir öllum bænaröfnum sem hafa hringt inn, Drottinn. Þeir sem eru að berjast í fíkn, þeir sem eru að berjast í sjúkdóma, Drottinn. Það sem eru erfiðleikar í hjónaböndum, Drottinn. Það sem eru ósætti milli foreldra og barna, heilagi Faðir. Drottinn minn, þeir sem eru að lýjast á göngunni, Drottinn. Faðir, í Jesú nafni, við berum þetta allt fram fyrir þig. Og ég þakka fyrir út máttugur Guð. Ég þakka fyrir út bæn heyrandi Guð og lifandi Guð í Jesú nafni. Við byggjum á að heyri bæn okkar, Drottinn minn. Og við byggjum, Faðir, að þú mætir okkur hér í dag, Drottinn. Faðir, að þú gerir sjálfandi dýrlegan hér í dag. Þú komið með nærveruðina hér, Drottinn. Þú komið með friðinn, þú komið með kraftinn. Að þú leysir, að þú læknir, Drottinn. Þeir sem eru að kólna í trúnni, Drottinn. Þeir sem eru að fjarlægjast. Drottinn minn, að þið mætti fá að finna einhvern og dregur þá nær þér í dag. Drottinn minn, þeir sem eru að upplifa erfiðleika í fjölskyldu sinni, Drottinn. Að þeir megi upplifa að þú ert sannarlega lausnari. Þú ert ekki bara Guð sem við tölum þú ert ekki bara Guð sem gott að hafa eitthvað skrifað upp á vegg. Þú ert raunverulegur frelsari og þú mætir þegar við þörfnumst þín, Drottinn. Þú ert ekki fjarlægur, þú ert nálægur þeim sem ákalla þig. Og ég þakka fyrir þú ert raunverulegur lausnari. Þakka fyrir þú frelsar, þakka fyrir þú leysir, þakka fyrir þú grípur inn í, Drottinn minn. Þakka fyrir þú gerir langt umfrá það sem við þorum að vona. Þakka fyrir þú gengur lengra ef við höfum trú fyrir. Þakka fyrir þú kemur okkur á óvart, Drottinn. Og þakka fyrir að Guð minn að það auðvelt að lofa þig. Því að þú gerir svo margt, Drottinn, sem við þorum ekki einu svona búast við. Þakka fyrir að, Drottinn minn. Og ég bið þig að þú komir okkur á óvart í dag. Drottinn, ég bið þessi samkoma með vera svo smurð og svo blessuð að við verðum bara hissa, Drottinn. Og Faðir, svo í Jesú nafni, ég bið bara að blessir kirkju þín á Íslandi. Blessaðu alla þá sem játa Jesú nafn. Drottinn minn, gefðu fagnarerendurum framgang. Og ég þakka þér fyrir að, Drottinn minn, að þú hefur aldrei yfirgefið okkur. Þú hefur aldrei brugðist okkur, Drottinn minn. Og Faðir, að þó svo við mætum oft mótbyr, Drottinn, að þá það bara tækifæri til þess að þú sýnir þig máttugan. Og nú bið ég fyrir þessum söfnuðu og öllum kristum söfnuðum, öllum verkefnum sem við mætum, Drottinn minn. Faðir, gefðu framgang og gefðu sigur. Ég bið fyrir umræðin í þjóðfélaginu, Drottinn minn. Ég þakka þér fyrir að, Drottinn minn, að þú kalla fram það sem ekki til og það verður til. Þakka þér fyrir að þú megnar að snúa öllu upp í blessun. Og þakka þér fyrir að allt samverkar þeim til góðs sem Guð elskar, Drottinn minn.
Þakka þér fyrir að við trúum að það er vakning á leiðinni til landsins okkar. Þakka þér Drottinn, við trúum að það munu margir frelsast og mæta þér. Og þakka þér fyrir að það verður ekkert mannanafn, heldur bara Jesú nafn sem verður hátt upp hafið. Verði svo Drottinn, við lofum þig og við tignum þig og við þökkum þig fyrir nærveru þína og við segjum velkomin heilagur andi. Kom heilagur andi, mætt okkur, endurnýjað okkur, gerðu þig dýrlegan í Jesú nafni. Amen og amen. En áður kannski nefnu það sem framöndan það vetrarstarfið fyrir að byrja fljótlega, tími líður hratt, 18. ágúst í dag og þetta fyrir alltaf brest á, en bendi ykkur það því sem hafa ekki mætt á miðvikudagskvöldum hér í hliðarsalinn, þá var svo fjölmennt síðast að þetta færa samkomuna í aðalsalinn og svo á miðvikudaginn var, þannig að það er búið að vera frá því maí, samkomir hér alltaf á miðvikudagskvöldu klukkan 8, byrjum með bæn 7:30 og kennsla á undan, nei fyrir ekki, það byrja 7:30 bæn og 8 byrja svo kennslan, svo samverði hérna niður í kaffisólu eftir, en endilega munni eftir því og svo minni líka á, ef þið viljið lambakjött, kótilettur, þá verður 7. september verður kótilettukvöld upp í Samhjálp, þetta árlega, ekki satt Dórir, og miðarnir fást í Samhjálp, þannig að það verður auðlýst síðar, en endilega tryggja ykkur með það yfirleitt alltaf fullt, þannig að Celebrate Recovery klukkan 7:30. Þannig var það. En dagskráin nú á heimasíðunni, þið getur fundið hana þar, við ætlum að syngja gamla sálm sem að margir halda sig í hörpustrengjum. Hann það ekki. Þetta sálmur sem ég ólst upp í Hjálpræðishernum og sungin í víða, en hann ekki í hörpustrengjum, en hann heitir og þekkir ekki undirfara nafnið, og þá veit ég að margir brosa til sal. Ég sé að standa hérna hann Kornelíus og Hafliði og þeir sungu þetta í gamla dag í kórnum, í Fíladelfíukórnum í gamla dag. Það er ekki allir sem vita það, hér var risa kór einu sinni í gamla dag sem hétt Fíladelfíukórnum, var þekktur allt land og fór meðal hans til útlanda og hélt tónleika, ekki satt. Og við ætlum að taka fórna með hann, þannig minnir það vantar alltaf fjármagn í starfi til að borga alla reikninga, svo við skulum gera það núna og pósið hérna aftast í salin. Stöndum á fætur og syngjum þetta lag hástöfum og þekkir þið ekki undurfagra nafnið. Og þið klappið, frábær sálmur og textina ekki síðri.
öllu nöfnum æðri nafn Jesú og ekkert fegra á jörðu hér. Nú ætla börnin, ég sé það vel mætt í dag, frábært að sjá að haustið byrjar eða vetastarfi ætlar að byrja með látum. Það er enda nú þegar byrjað með látum í umræðum annað í þjóðfélaginu sem er bara styrkir okkur ekki satt á að tjappa okkur saman. En að fá börnin upp, þau ætla að fara niður í krakkastarfið. Það er krakkafjör heitir það. Og þið eldi bara hana Dögg hérna, hún hleypir hérna undan og þið eldi hana á fjalar. Þau ætla að gera eitthvað skemmtilegt. Ætlar að segja eitthvað? Ef þið eruð með útiföt, þá með þið taka þau með ykkur, þá greinlega fara út að leika. Það verður kannski ekki sól eins og í gær, en gott veður og einhver síður. Við ætlum að syngja áfram og það er hún Hrönn og Fanny sem ætla að syngja með mér. Við ætlum að syngja saman sálm sem þið þekkið öll. Við fáum okkur sæti á meðan og takk fyrir fórnina innilega. Sálmurinn eða textin held ég alveg frá 1600 eitthvað, það er ekki rétt hjá mér, og lagið frá 1800. Þið þekkið þetta, ég er ekki alveg viss, ég þori ekki að fara með það. Þetta er sagt, þetta er skorskt þjóðlag, lagið sjálft, en textin þið þekkið hann. Óskar, Já. ég get svo sem sagt, þetta er ekki skorskt þjóðlag.
Þetta afrískur þrælasöngur Það enda rétt. sem var sunginn á skipunum þegar það var að sigla með þrælana frá Afríku til Ameríku og sá sem stýrði einu skipana var þrælahaldari sem John Newton sem frelsaðist af því að mamma spað fyrir honum og hann samdi sem sagt sína frelsisögu við lögin sem hann hafði heyrt þrælana syngja á leiðinni. Textin sem sagt það en lagið sjálft skils með þessu ættar frá Skotlandi samkvæmt einhverjum. Við skulum ekki rífast það hér. Já. Þetta rétt, ég vissi þessa sögu sem Hafliði sagði með John Newton. En við ætlum að halda áfram að syngja, ég veit hvað samdi næsta lag allavega. Það heitir Öllu meir, ég mannaði ekki í augnablikið en Michael W. Smith gerði þetta frægt, hann sem kemur hérna eftir rúma mánuð, spáði það. Ég man því auðlýst þetta fyrst þessa samkomu í lok september, hátíð vonar, það eru 6 mánuðir síðan. Nú rétt rúmur mánuður, spáði þetta líður alveg svakalega hratt. Og þá kemur Michael W. Smith alveg pottitt til að taka þetta lag, ég trúi ekki öðru. Now we be reigning, most urban having
Amen, halleluja. Takk Jesus. Amen, halleluja. Gott að sjá okkur, mér langar að við syngjum aðeins meira. Getum tekið halleluja. Ég held að Óskar hafa grunað það. Halleluja kórinn. Ef ekki standa aðeins á fætur bara og svo syngjum við bara halleluja. Það er eitthvað sem að allir geta sungið. Hvaða málir tala, bara halleluja. Gefum Guði dýrðina. Hann á svo sannarlega skil að fá dýrðina. Amen. Hallelujah.
Faðir, ég þakka þér fyrir nærveru þína. Þakka þér fyrir kærleika þinn, takk fyrir elsku þína. Þakka þér fyrir Drottinn að þú komst í þennan heim, Drottinn, til þess að frelsa okkur, til þess að leysa okkur, til þess að bjarga okkur, Drottinn minn. Takk fyrir að nafnið þitt ofar öllum öðrum nafnum. Þakka þér fyrir, Drottinn, að þú elskar okkur eins og við erum. Þú elskar okkur á þeim stað sem við erum. Þú elskar okkur, Drottinn, í þeim kringumstæðum sem við erum. Og ég þakka þér fyrir, Drottinn, að þú ert hér með þinn heila anda. Þú ert hér til þess að mæta okkur. Þú ert hér til þess að snerta við okkur, Drottinn. Þú ert hér til þess að lækna okkur, Jesús. Ó, Drottinn, þú ert hér til þess að frelsa og leysa. Heilagrandi, ég bara lofa þig. Bara býðu velkomin. Takk, Jesús. Þínu heilaga nafni. Amen. Og allir líðurinn sagði Amen. Áður en við setjumst, þá vil ég bara segja ykkur frá því að í síðustu viku þá kvöttum við kæra bróðir okkar hér í kirkjunni. Hann er komin heim í dýrðina, Ársæll Júlíusson. Fyrir ykkur sem að kannski ekki þekkið, en þá er þessast maðurinn hennar Þuríðar Bjarnadóttur. Og ef ég fer ennþá lengra, Þuríður er systir mömmunar Signýjar. Svo þeir svona kannski búin að tengja það aðeins. Hann verður jarðsungi hér frá Fíladelfía á miðvikudaginn, kemur klukkan 1. Mér langar að við bara þökkum Guði fyrir hans líf. Þau bjuggu lengi vel í Gautaborg. Sóttu kirkjuna þær, Smyrna, kirkjuna í Gautaborg, þar tók hann skírn og nú hann komin heim í dýrðina. Drottinn, ég þakkaði fyrir hann Ársæl. Þakkaði fyrir Drottinn að hann fekk að kynnast þér. Hann fekk að upplifa þig. Hann fekk að reyna hver góður Guð þú ert. Þakkaði fyrir Drottinn að nú styrkjuru Þuru Drottinn minn og fjölskylduna alla, börnin þeirra. Ég byrði að styrkja fjölskylduna. Ég byrði líka sérstaklega fyrir honum Bjarna Drottinn, syni þeirra, sem að já, Drottinn hefur verið svo náið þeim og tengdur þeim. Þakkaði fyrir að þú styrkjur þau öll. Og ég vil þakkaði fyrir þjónustu hans, ég þakkaði fyrir lífið hans og þakkaði fyrir Drottinn að nú er hann á himnum hjá þér. Takk fyrir það, Jesús, í þínu heilaga nafni. Amen. 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 Gjörðu svo vel, vinur, og fá ykkur sæti. Gott að vera komin heim. Gott að sjá ykkur. Ég verða að viðurkenna, ég hef saknað ykkar. Þó svo hefur verið alveg frábært að vera í Noregi. Dásamlegt að vera í Noregi. Allavega fannst það erst það. Og mér fannst það líka. Og þetta var gríðarlega gott frí sem að við áttum. Mörg ykkar vita það að ég á mjög erfitt að vera atvinnulaus í fríi. Ég verð að hafa eitthvað að gera. Og þannig líður mér best þegar ég er að gera eitthvað og það er ég. Þannig að vera í fríi í Noregi og hafa ekkert að gera, það er bara ekki ég. Þannig að ég fekk mér vinnu í fríinu. Keyrði rútu í Noregi og naut þess virkilega. Og það var gríðarleg hvíld að keyra rútu, hugsa eitthvað allt annað. Þegar ég er líka í fríi þá er ég að hugsa söfnuðinn. Þá er ég að hugsa hvernig líður þessum, hvernig líður hinnum, hvernig gengur og allt svoleiðis. Maður er að hugsa alltaf. Þarna þurfti ég að hugsa kúnnana sem kom upp í bílinn og ég var að keyra rútu sem að kallast á norsku buss for tog eða rúta í stað lestar. Og hann var að vera að gera við lestateina og rafmagn og allt svoleiðis. Þannig að þetta var að keyra alveg frá Oslo S og alveg að líka landamærum Svíþjóðar. Þannig að og ég veit að hugsa, Guð, hvernig get ég nýtt það? Ég væri að fá að predika líka. Get ég predikað yfir farþegunum í bílnum? Og það er svo sem ekki leyfilegt. En svo gaf Guð mér svona hugmynd þegar ég keyrði síðan inn á Oslo S og full rúta, 40 tímana rúta og fólk var að fara úr bílnum og áður en að þeir fóru út, veitir,
en þá voru hurðina lokaðar. Ég hafði takkan sem gætt, opnaði hurðinar, komist ekki neitt og þá óskaði mig þetta góðan dag, njótið dagsins og svona notaði ég þetta. Ísland jú svona, við tölum gömlu norskuna og getum menn þá svona skilið hlutaðinu og lesið. Og íslensku þá segjum við veriði sæl og blessuð. Það kveðja sem við höfum, sem að þýðir á norsku mótur vera salige og velsignet. Og þetta fekk fólk með sér út í daglega lífið. Megi vera sæl og blessuð, salig og velsignet. Og það voru margir sem að, fólk þeirra fór út snemma á mótnana, maður byrja að gera klukkan 4-5 á mótnana og fólk var ennþá hálfsofandi og talaði ekki mikið. En þegar það fór síðan út eftir þetta þá komu margir til mín og þökkuðu mig fyrir þessa kveðju. Sumir fóru að reyna að segja eitthvað á gamalnorsku. En þannig að fólk var almennt mjög ánægt. Það var reyndar einn sem kom til mín og tilkynnti með það með ákveðnu röddu að við lifum í nýju Noregi og við erum hætt að trúa. Og ég hugsaði, Guð blessi þig. Ég gat ekki sagt það við hann, en auðmýkja hann að trú ekki á Guð. Þannig að ég blessa hann. Þannig að við höfum það gott, endurnarður, spennandi og gott að vera komin heim. Við fórum síðan og vorum að predika á móti í Kristiansand í Suður-Noregi síðustu vikun okkar. Söfnuður þar kópía af þessum söfnuði eða þessi söfnuður kópía á hinum. Mjög líkir söfnuðir í Kristiansand, Fíladelfía Kristiansand og þar voru fleiri predikara sem að voru á þessu móti ásamt náttúrulega heimamönnum. Dennis Greenitz, bara hils ykkur, hann var að predika líka og svo var annar sem langar mikið að koma hingað, reyndar hefur komið til Íslands en tilbúin að koma, Carl Gustaf Severín og þið sem hafi kynst honum að fara á lífið úr og svona, hann bara hilsa líka. Þannig að við höfum það gríðarlega gott og nutum þess í botn. Mér langar að fá að tækifærið og þakka honum Helga fyrir predikonu sundaginn var. Og leið og ég þakka honum fyrir predikonuna, þá vil ég líka þakka tæknimönnum í þessari kirkju sem að sjást ekki mikið en eru hér í herbyggi á efra hæðinni, taka upp samkomuna, senda hana út. Ég vil fá að þakka þeim sérstaklega fyrir að geta verið í Noregi, sitið á svölunum með jarðabæri og rjóma og vanillusósu og síðan hlusta á samkomuna. Það var stórkostlegt. Mér langar að gefa tæknimönnum gott klapp ef að gera það. Amen. Svo kem ég heim í alla þá umræðu sem að búið að vera hér og ég hugsaði að búið að kaupa upp alla, ekki að kaupa upp, heldur ná öllum miðum á hátíð vonar. Ég hugsaði, amen. Ok, þeir hóta því að mæti ekki. Mín bæn að þeir fái svo mikið þorsta og svo mikla löngun að þeir verða að mæta á hátíð vonar. Eigum við ekki að hafa það sem bænefni? Amen? Við skulum sjá þetta sem möguleika. Við skulum ekki fara í einhverja vörn. Við skulum ekki fara í einhverja, förum við sókn. Sjá möguleikana. Blessum. Munið að Jesús segir blessið en bölvið ekki. Blessum. Blessum þá alla. Blessum þau öll sem að náðu miðum og hafa miðana. Allar sér ekki að mæta, það þeirra afstafa, sumir þeirra, en byggjum það að þeir fái hungur og þorsta. Því að Jesús elskar alla. Jesús elskar eitt og hvert, stór og smá. Það lærðum við sundarskólanum og það enn í gildi. Það ekki breyst. Amen? Þannig að þetta spennandi.
þegar ég var á fundi, þegar ég kom heim á þriðjudaginn og svo strax klukkan 9 morgunni þá var miðvikudagsmorgunni þá var fundur í Hátíð vonar, ég sitt þar í stjórn og þá var verið að ræða þetta og ég sagði amen, sjáum þennan möguleika. Þetta verður spennandi. Ég trúði að Laugardalshöllin verði troðin, húsnæði sem að verður sem sagt auka húsnæði fyrir þá sem ekki komast inn, verður fluttið þangað. Ég trúi að allt verði troðið. Amen. Spennandi. Ég er gríðarlega spenntur fyrir Hátíð vonar. Ég trúi því ekki það að Franklín er að koma eða einhver aðrir. Ég trúi því að Guð muni gera eitthvað. Að nærvera Guðs muni vera. Og þetta megi verða til að verða til blessunar fyrir þjóðin okkar. Það er það sem þjóðin þarf. Ekki satt? Blessun fyrir þjóðin okkar. Amen. Ég er með orði sem að Guð hefur lagt á hjarta mitt. Það er eitt vers sem búið að hljóma dálítinn tíma í huga mínum og það er í fyrra Jóhannesar bréfi, fyrsta Jóhannesar bréfi, þau eru 3 og það er í 5. kapítlunum. Mér langar bara að segja að netið liggur niðri fyrir ykkur sem að eru hér, við erum ekki sendt út. Þannig að það er bilun hjá Hringuðinni, var eitthvað meiriháttar mál sem að gerist þar á föstudaginn var og þeir eru ekki ennþá konum með það í lag. Þannig að sangurnar teknar upp, sendar út síðar. Þetta vers í Jóhannesar bréfi, 5. kapítlunum og versi frá versi 11. Og það er í raun, það sem ég ætla að predika í dag er nafnið Jesús. Það er hann sem skiptir öllu máli, Jesús. Guð hefur gefið okkur eilíft líf og þetta líf er í syni hans. Svo kemur vers 12, sá sem hefur soninn á lífið. Sá sem ekki á son Guðs á ekki lífið. Og ég er búin að vera að hugsa þessi vers og ég er svo þakkláttur fyrir það að ég sem smábarn, bara barn, fekk að kynnast Jesú, fekk að heyra hann, var tekið með í sunnudagsskólan, var tekið með á sangkomunar og þar fekk að heyra nafnið Jesús. Gömlu sálmanna sem að sungir voru eru enn í fullu gildi og nafnið Jesús er enn í fullu gildi. Það verður ekkert breyst og það að hafa fengið að taka á móti Jesú, hafa fengið að upplifa hann og hafa þessa fullvissu í hjarta sínu, ég á lífið. Ég trú á Jesú Krist, ég hef tekið við honum sem mínum frelsara, ég hef beðið hann að varðveita mig og mitt mottó er að lifa honum til dýrðar. Hvar sem ég er, hvort sem ég er í sumarfríi eða hér á samkomu eða hvar sem ég er, að líf mitt og þjónusta mín sé honum til dýrðar. Það sem öllu máli skiptir er Jesús. Í raun annað skiptir eiginlega engu máli, líka við, þannig. Jú, við þurfum föt og fæðu og hús og heimili og allt þetta. En það sem skiptir fyrir eilíðina, það sem máli skiptir fyrir eilíðina er Jesús Kristur. Við getum ekki keypt okkur eilíft líf. Það er bara ekki möguleiki. Hversu rík sem við erum. Þá gildir það ekki. Við getum heldur ekki unnið okkur inn eilíft líf. Það fæst aðeins fyrir trú á Jesú. Ef við lesum aðeins framar í fyrra Jóhannesarbréfinu, frá versi 9, hann segir: við tökum manna vitnisburð gildan, en vitnisburð Guðs er meiri. Þetta er vitnisburð Guðs sem hann hefur vitnað son sinn. Sá sem trúir á son Guðs hefur vitnisburðin innra með sér. Sá sem ekki trúir Guði hefur gert hann að legara, því hann hefur ekki trúað á þann vitnisburð sem Guð
Guð hefur vitnað son sinn. Og þetta vitnisburðurinn. Guð hefur gefið okkur eilíft líf og þetta líf í sín hans. Sá sem hefur soninn á lífið, sá sem ekki á son Guðs á ekki lífið. Við þráum öll samfélag. Ekki satt? Og ég verða að viðurkenna. Þegar ég var í Noregi, ég saknaði ykkar. Ég saknaði samfélagsins. Ég saknaði kirkjuna minnar. Það var fullt af kirkjum í Noregi. En það voru ekki þið. Skiljiði. Kirkjan í Kristjánsand var frábær. En það voru ekki þið. Og það er akkúrat máli. Mér þykir vænt kirkjuna mína. Ég elska ykkur. Öll. Eins og þið eruð. Á þeim stað sem þið eruð. Í þeim kringumstæðum sem þið eruð. Ég elska ykkur. Ég þarf ekki að vera sáttur við allt. Ég elska börnin mín. Ég er ekki alltaf sáttur við það sem þau eru að gera. Skiljiði? Og þannig er Guð. Guð elskar okkur eins og við erum. Hann hefur skapað okkur. Hann hefur skapað okkur til þess að eiga samfélag. Og fyrst og fremst hefur hann skapað okkur til þess að eiga samfélag við sig. Í fyrstu Mósebók, 1. kapítónum versi 26 þá segir, þá sagði Guð, við viljum gera mannin eftir vorri mynd líka noss. Hann skal drottna yfir fiskun sjávarins, fuglum loftsins, búfénu, villidýrunum og allir jörðinni og öllum dýrum sem skríða á jörðinni. Guð skapaði mannin eftir sinni mynd. Hann skapaði hann eftir Guðs mynd. Hann skapaði þau karl og konu. Guð blessaði þau og sagði við þau, verið frjósum, fjölgið ykkur og fyllið jörðina. Guð skapaði okkur í sinni mynd. Hann skapaði okkur til að eiga samfélag við sig. Amen. Og þegar við eigum samfélag við Guð, þá líður okkur vel. En það er syndin sem aðskilur okkur frá Guði. Og þrátt fyrir synd, þá elskar Guð okkur. Guð elskar okkur þrátt fyrir misgjörður okkar. Þrátt fyrir það sem við gerum, þrátt fyrir það sem við þóttum við misstígum okkur eða það sem við gerum. Þrátt fyrir fall okkar, þá útskúfar Jesús okkur aldrei. Amen. Munum það. Það er við sem að fordæmum okkur. Þegar við gerum eitthvað rangt, þá er það við sem að fordæmum okkur. Ég hef verið í þeirri stöðu mörgum sinnum. Ég hef fordæmt mig fyrir ýmislegt sem ég hef gert. Jesús, hann elskar mig. Og hann leitar okkar og hann vil finna okkur og hann vil ganga með okkur. Við sjáum það í 1. Mósebók 3. kapítónum versi 8. Eftir að Adam og Eva höfðu fallið, syndgað, þá útskúfaði Guð þeim ekki. Guð létu þau ekki eiga sig. Það segir, þá heyrðu þau, semst Adam og Eva, þá heyrðu þau til drottins Guðs sem gekk í aldingarðinum, í kvöldsvalanum og maðurinn og kona hans földu sig fyrir augliti drottins millitrjána í aldingarðinum. Drottin Guð kallaði á mannin og sagði við hann, hvar ertu? Og hann svaraði, ég heyrði til þín í aldingarðunum og var hræddur því að ég er nakin og ég faldi mig. Hann sagði, hver sagði þér að þú væri nakin? Hefur þú etið af trénu sem ég bannaði þér að eta af? Ég elska þessa mynd og ég hugsa svo oft hana. Þetta að Guð gekk í kvöldsvalanum og vildi ganga með manninum. Og það er það sem að Guð vil gera með okkur. Guð vil ganga með okkur í öllum kringumstæðum, í allstaðar, hvað sem við erum að gera. Guð þráir að ganga með okkur. En hann vil leysa okkur. Hann vil fyrirgefa okkur. Rauði þráðurinn í gegnum alla biblíuna. Rauði þráðurinn er fagnarerindið Jesú Krist. Frelsisverk Jesú Krist á Golgata. Það er rauði þráðurinn í gegnum allt. Ekki boðun og bönnin, heldur Jesús og það sem hann gerði. Áætlun Guðs var að Jesús kæmi. Fyrsti kafli Mattheusar Guðspjalls,
segir vers 21, hún mun svona ala og hann skaltu láta heita Jesú því að hann mun frelsa líð sinn frá syndum hans. Jesús Kristur er björgunin. Og ég er búin að hugsa svolítið þennan eina mann í rútunni sem að sagði við erum hætt að trúa. Við viljum lifa í nýju Noregi, við erum hætt að trúa. Og þetta hafði svolítið áhrif á mig. Ég vona að íslenska þjóðin hætti aldrei að trúa á Guð. Að hún verði ekki nýtt Ísland og þann hátt að hætta að trúa á Guð. Jesús er lausnin fyrir okkur öll. Jesús er lausnin fyrir mig, hann er lausnin fyrir þig, Jesús er lausnin fyrir íslensku þjóðina. Hann er bjarghringurinn. Og ég hef stundum reynt að útskýra fyrir fólki sem að vill frelsast þetta með Jesú Krist. Hann kom, hann var sendur til okkar sem björgunin. Af því að í syndum okkar erum við á leið til glötunar. Í synd erum við aðskilin Guði. En Jesús kom sem bjarghringur. Ef ég sæi einhvern niður á bryggju, vera að svamla í sjónum, ósyndur, vera að drukkna, þá er fyrsta sem ég myndi gera að reyna að henda út bjargningnum. Því á hverja einustu bryggju er björgunarhringur. Ekki satt? Ég myndi kasta hringnum til hans og segja griftan. Það er björgunin þín. Jesús er bjarghringurinn fyrir íslensku þjóðina. Fyrir okkur öll. Því svo elskaði Guð heiminn. Hann gaf engason sinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Og vers 17. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn. Pælum aðeins í því. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur til að frelsa hann. Sá sem trúir á son Guðs dæmist ekki, sá sem trúir ekki er þegar dæmdur. Því að hann hefur ekki trúað á nafn Guðs sonarins eina. Þannig við skulum hugsa það, Jesús kom sem bjarghringur inn í þína kringustæður, inn í mína kringustæður til þess að gefa okkur eilíft líf. Og þetta líf er í sinni hans. Síðustu orðin sem að Jesús talaði til lærisveinana meðan hann var hér á jörðu líkamlega er í Jóhannes 14. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hef ég þá sagt þér, ég færi burt að búið stað. Þegar ég er farin burt og hef búið stað, kem ég aftur og tekur þið til mín, svo að þér séu einnig það sem ég er. Veginn þangað sem ég fer, þekkið þér. Tómas segir við hann, Drottinn, við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Ef þið hafið þekkt mig, munið þér þekkja föður minn. Hérna þekkið þér hann. Og hafið séð hann. Jesús er ekki bara einhver vegur. Hann er ekki bara einhver vegur. Hann er vegurinn inn í heiminin. Ef þú vilt komast inn í heiminin, ef þú vilt eignast eilíft líf, ef þú vilt vera með Guði eilífð, þá verður þau að taka við Jesú Kristi. Þá verður að gera hann að frelsara þínum, þá verður að gera hann að lausnaranu þínum. Sá sem hefur soninn á lífið. Það eru margir sem telja sig trúa það en hafna frelsisverki Jesú Krists á Golgata. Og það eru sumir sem telja sig vinna verk Guðs en vinna samt í gegn Guði. Og það þekkjum við með dæminum Sál frá Tarsus. Og við höfum talað oft um það. Þegar að Sál, sem hann trúði á Guð, hélt að hann væri að vinna fyrir Guð og hélt að hann væri að þjóna Guði, en gekk á móti hinnu kristnu.
gekk á móti frelsaranum Jesú Kristi. Við lesum þetta í Póstólasögunni 9. kapítalanum. Og þegar að Sál frá Tarsus með öll leyfi í vasanum var á leiðinni, þá var það sem að Jesús mætir honum. Hann segir við hann, fyrst var að ljós sem að fjall eða skein á himni og Sál, hann féll til jarðar og heyrði rödd segja við sig, Sál, Sál, hví ofsækið þú mig? Hann sagði, hver er þú, drottinn? Þá var svarað, ég er Jesús sem þú ofsækir. Og ég er svo þakkláttur fyrir það að Jesús, hann kom ekki til þess að dæma. Þó svo að Sál væri þessum gír að standa í gegn hinu kristnu, afneita honum, ryðja þeim burtu, og elskaði Jesús hann samt. Hann elskaði hann samt. Hann útskúfaði honum ekki, hann mætti honum. Jesús mætti honum þar sem hann var. Svo féll Sál til jarðar, beygði kné sín og tók á móti Jesú Kristi. Og það skiptir ekki máli, það er sama hvað við höfum gert, sama hvað miklir afbrotamenn við höfum verið. Jesús, hann elskar okkur og hann vil frelsa okkur. Sál þurfti að beygja kné sín, ég þurfti að beygja kné mín fyrir Jesú Kristi. Og það segir í Sálmi 22. Davíðs sálmi, vers 30, öll stórmenni jarðar munu falla fram fyrir honum og allir sem hníga í duftið beygja kné sín fyrir honum. Svo kemur vers 31, en ég vil lifa honum. Niðjar mínir munu þjóna honum. Amen. Ég vil lifa honum. Ég hef þurft eitt sinn að beygja kné mig fyrir Jesú og ég vil lifa honum. Og svo er það mín bæn að öll börnin mín 4, ég á 4 börn, að öll börnin mín 4 þjóni honum, fylgi honum, tilheyri honum. Og ekki bara börnin mín, heldur barnabörnin mín. Ég á 10 barnabörn. Og það bæn mín á hverjum einasta degi, og ég veit að Ester beður þannig líka, fyrir hverjum einasta með nafni, að ekki þeirra villist frá Guði, heldur með þjónunum. Með þjónunum, með hæfileikum sínum, og tengdabönnum okkar líka sjálfsögum. Og ég er alveg enda. Og það segir í Filippibréfunum, 2. kapítlunum, versi 9, fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann, Jesú, og gefið honum nafni sem hverju nafni er æðra, til þess að fyrir nafni Jesú skulu hvert kné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu, og sér hver tunga játa Guði föður dýrðar, Jesús Kristur er drottinn. Hvert einasta kné þarf að beygja sig og játa Jesús Kristur er drottinn. Þessi stutta setning er trúarjátning hvítasunnumanna. Jesús Kristur er drottinn. Þetta er okkar trúarjátning. Og við langar bara að ljúka þessu. Jesús kom ekki til þess að dæma heiminn, heldur til þess að frelsa hann. Og það er heldur ekki okkar að dæma. Ég spurður að því. Oft sit ég með fólki, ættingjum, sem að, erum undirbúa útför. Og ættingjarnir eru spyrjandi, skyldan hafa frelsast? Skyldi hún hafa komist til Guðs? Og þetta er spurning sem ættingjarnir sitja eftir með. Það er ekki mitt að dæma það. Það er ekki okkar að dæma, einn eða neitt. Engan. Það segir í Rómarabréfinu 14. kapítlunum versi 10, en því hví dæmir þú bróður þinn, eða þá þú
hver fyrirlítur þú bróður þinn. Öll munum við verða að standa frammi fyrir dómstóli Guðs. Því að ritað er: svo sannarlega sem ég lifi, segir Drottinn, fyrir mér skal hvert kné beygja sig og sérhver tunga vegsama Guð, þannig skal sérhver okkar gera Guði skil á sjálfum sér. Amen. Og ég svo þakkláttur fyrir að geta staðið hér í dag og þurfi ekki að gera reikningsskil fyrir hann Helga. Ég held að sé reyndar ekkert erfitt. En ég á nóg með sjálfa mig. Skiljiði. Ég á bara nóg með sjálfa mig. Og akkur eigum við þá að vera að pæla í hinum með þessum. Eina sem við þurfum að gera er að boða fagnaðarindum Jesú Krist. Jesús kom til þess að frelsa. Jesús kom til þess að leysa. Það er ekki okkar að dæma. Og ég segi við fólk, trúðu því. Hann þekkti veginn. Hann hafði heyrt Jesú. Og hann þekkti veginn. Og ég segi oft litla sögu það þegar að ég las bók lítinn dreng, og ég tala út frá því ég er. Lítinn dreng sem að 4 ára gamall sem að dó, hann fór til heimis. Og svo skrifaði pappans bók það þegar að þessi litli drengur fór til heimis. Og hann sá Jesú. Hann satt í fangjunum hjá Jesú. Og þegar hann var að leika sér, þá var hann að segja ýmislegt himinin. Og pappan sem var forstöðumaður, hann hugsaði, þessi litli drengur getur ekki ímynda sér þetta. Því þetta stendur í ritningunni, það sem hann var að segja frá himinin. Og svo sagði hann allt í einu, þessi litli drengur, Langafi bara heilsa þér. Byttu nú við. Ég sat í fangjunni hjá Langafa, segir hann. Og hann segir nafnið hans. Hann vissi ekki að hann átti Langafa með þessu nafni. Og hann, pappans, fer að grennslast fyrir það hjá ættinni þennan afa sinn. Hann var ófrelsaður. Hann hafði lifað lífinu, sem sagt, ekki tekið á móti Jesú Kristi. En svo kom það upp, og þegar fóru að rannsaka þetta ættin, þá hafði hann farið á samkomur stutt áður en hann dó. En hann lét aldrei uppi að hann hefði frelsast. En í samkomunni hafði hann tekið á móti Jesú Kristi. Svo var hann heimnum hjá Jesú. Það er ekki okkar að dæma. Það er ekki okkar að segja til, en það er okkar að segja frá Jesú Kristi. Svo notum tækifæriðinir, boðum fagnaðarindið. Segjum frá Jesú Kristi. Förum ekki vörn, förum í sókn. Guð hefur gefið okkur eilíft líf. Og þetta líf í sinni hans. Sá sem hefur soninn á lífið, sá sem ekki á son Guðs á ekki lífið. Það er okkar að velja. Það er þitt að velja. Það er þitt að taka ákvörðun. Það er þitt að segja Jesús, ég vil. Og nú er tækifæri í dag. Tækifæri fyrir þig sem ert í salnum í dag og hefur ekki tekið á móti Jesú Kristi sem frelsaraðinum. Það er líka þitt sem að ert að horfa á samkomuna að taka ákvörðun. Áttu Jesú Krist, þá áttu lífið. Hefur ekki tekið á móti honum, þá áttu ekki lífið. Eilífa lífið sem öllu máli skiptir. Svo ég vil hvetja þig, kæri áhorfandi, að taka við Jesú Kristi. Gera hann að frelsaraðinum, gera hann að lausnaraðinum. Mætti Drottinn blessa þig og styrkja þig. Mér langar að við endum þessa stund með bæn. Kæri Jesús, ég þakka þér fyrir að þú ert hér til staðar. Takk fyrir að ég fékk að koma til þín eins og ég var. Takk fyrir Drottinn að þú tókst við mér eins og ég var. Og takk fyrir að þú hefur styrt mig, þú hefur leitt mig. Takk fyrir að þú hjálpa mér að ganga daginn, Drottinn, með þér, hvern einasta dag. Takk fyrir Drottinn að þú vilt blessa þá sem eru að horfa á samkomuna. Þú vilt mæta, þú vilt gefa þér náð til þess að opna hjarta sitt fyrir þér og leyfa þér að komast inn. Blessa þá, styrtu þá í Jesú nafni. Amen. Amen.
Við ætlum að enda með söng og við gerum eins og við erum vön að bjóða fram. Við ætlum að bjóða inn í hliðarsal því sem að vilji koma þangað og fá fyrirbæn, gera köllun ykkar útvalningu vissa, taka við Jesú Kristi, eignast eiginlega lífið. Þú sem að ert líkamlega veikur, við trúum á kraftaverk, við trúum á lækningu fyrir bæn og það munur fólk ganga þar inn í hliðarsalinn og biðja fyrir ykkur. Við skulum rísa á fætur.
Hörður sagði sístu orðin þegar fólki fór út úr rútinu var eigið blessaðan dag, ekki satt? Nú förum við út í vikuna með þessu orð, Jesús. Syngið þetta alla vikuna, alla daga, þegar ykkur líður illa, þegar þið fagnið, syngið þetta.